Næsta manneskja sem stígur hér á svið til þess að veita verðlaun, hún segir mér að hún hafi bakað 27 súrdegsbrauð með hljóðbók í eyranu. Og mér finnst þetta bara afrek og frábært að heyra þetta og gætum kannski fara að herma eftir henni. En hún segir líka að hún noti sögur til þess að fylla upp í hjarta sitt og hún gerir það miklu frekar en að fara út í búð og kaupa sér eitthvað dýrt. Það er líka mjög gott. Gerð þetta. Vertu velkomin, Elva Ósk Ólafsdóttir, veita næstu verðlaun. Það var framið morð, það var sennilega barn eða kona sem var myrt. Og það var sennilega karlmaður sem myrti þau. Let's face it, það var pottþétt karlmaður sem myrti þau. Og hann var kynntur til sögunnar það bil 20% inn í bókina. Og það er alltaf einhver sem kynntur 20% inn í bókina sem morðingi. Svo dásamlega fyrir sjáanleg. En ég elska að lesa það, en viltu bara segja mér hver gerði það? Og hvernig og hvenar og hvers vegna og með hverju hann gerði það. Og við þurfum díteila, þetta er glæpasaga ársins. Einmitt, ég er komin hingað til þess að afhenda glæpasögu ársins. Takk fyrir þetta. Kvikmyndaleikstjórinn Alfred Hitchcock sagði eitt sinn: pappírskiljur eru áhugaverðar, en ég held að þær komi aldrei til með að leysa harðspjaldabækurnar af hólmi. Kiljurnar eru afleitar til að stoppa hurðir með. Þessi orð voru greinilega látin falla fyrir tíma hljóðbókarinnar. Hljóðbók sem hurðarstoppari, veit ekki. En glæpasaga, hún þarf að vera spennandi, nokkur morð verða að vera framin og sem hljóðbók þarf hún að vera vel lesin, þannig að spenna hlustanda haldist. Allar 5 glæpasögurnar sem voru tilnefndar að þessu sinni höfðu margt að bera, en við skulum sjá tilnefningar. Tilnefningar fyrir glæpasögur. Hvítidauði. Höfundur Ragnar Jónasson. Lesarar Íris Tanja Flíenring og Haraldur Ari Stefánsson. Árið 1983 deyja 2 starfsmenn á Berklaheili skammt frá Akureyri og er ljóst að andlát þeirra bar ekki að með eðlilegum hætti. Árið 2012 vinnur ungur afbrotafræðingur að lokaritgerð þetta undarlega mál og þá kemur ýmislegt óvænt í ljós þessa skelfilegu atburði. Örvæntingarþögnin var rofin. Einhver var fyrir utan og bankaði, nokkuð harkalega. Hafði eflaust reynt að hringja dyrabjöllunni nokkra stund, en bjallan var biluð. Helgi stóð á fætur. Hann hafði setið í sófanum með glæpasögu, ætlaði að reyna að jafna sig aðeins með því að týna sér í söguheiminum fyrir svefnin, en nú var friðurinn úti í bili. Þau Bergþóra leigðu kjallaraíbúð í gömlu húsi skammt frá Laugardalnum. Húsið var allt í útleigu. Hjón með 2 börn leigðu íbúðina fyrir ofan. Húseigandinn bjó víst erlendis. Stelpur sem ljúga. Höfundur Eva Björg Ægisdóttir. Lesari Þórdís Björk Þorfinnsdóttir. Einstæð móðir hverfur af heimili sínu en skilur eftir miða með skilaboðum á eldhúsborðinu. Í fyrstu talið að hún hafi fyrirfarið sér, en þegar illafarið lík finnst á Grábrókarhrauni 7 mánuðum síðar, standa lögreglukonan Elma og samstarfsmenn hennar frammi fyrir flókinni morðgátu. Fæðingin. Hvít rúmfötin minna mig á pappír. Það skrjáfar í þeim við hverja hreyfingu og mig klæjar allan líkamann. Mér líka ekki hvít rúmföt og mér líkar ekki pappír. Það er eitthvað við áferðina sem vekur mér hroll. Stamt efnið sem límist við viðkvæma húðina. Þess vegna hef ég lítið sem ekkert sofið síðan ég kom hingað. Fjötrar. Höfundur Sólveig Pálsdóttir. Lesari Sólveig Pálsdóttir. Fjötrar segir frá konu sem finnst látin í klefa sínum í fangelsinu á Hólmsheiði.
Guðgeir og félagar hans rannsaka málið sem reynist hafa ótal þræði og tengja anga sína víða. Alla leið til Stóraskjálftans aldamótin þar sem ungur maður hvarf sporlaust. Andrea vissi ekki að kakkalakkar gætu flogið fyrir en svart flikki tylti sér á plaststólinn við hliðinnar og vængirnir lukust saman undir tvískiptu kúptu bakinu. Hún reyndi að láta á engu bera því hún vissi að bræður hennar myndu stríðinni ef hún sýndi ótta. Henni létti þegar að kakkalakkinn skreið niður stólfótinn og stemdi átt að Jóhannesi sem beit hraustlega í hamborgaran sinn. 5. barnið. Höfundur Eyrún Ýr Tryggvadóttir. Lesari María Lovísa Guðjónsdóttir. Lík af ungbarni finnst í frystikistu í ruslagámi. Andrea rannsakar málið og áður en hún veit af, teygir það anga sína hálfa öld aftur í tíman og til fólks af öllum þjóðfélagsstigum. 5. barnið æsispennandi saga eftir ungan og efnilegan höfund, Eyrúnu Ýr Tryggvadóttur, sem hlaut frábærar viðtökur í fyrra fyrir bók sína Hvar systir mín? Október 1957. Elsku barn. Ég skil varla allt það gengið hefur á að undanförnu. Frá því að ég komst að tilvist þinni hefur veröldin snúist á hvolf. Fjölskylda mín verst allra. Aldrei hefði ég átt von á þessum viðbrögðum frá þeim. Reiði kannski og auðvitað vonbrigðum, en ekki þessu. Mér finnst ég ekki þekkja foreldra mína lengur og aðrir lítið betri. Illvirki. Höfundur Emily Shepp. Lesari Kristján Franklín Magnús. Þýðandi Kristján H. Kristjánsson. Morðinginn beitir skurðlækningatækjum og rannsóknarlögreglan virðist standa frammi fyrir óleysanlegri morðgátu. Jana Berzelius saksóknari stýrir rannsókninni á sama tíma og hún tekst enn á ný við sína skuggalegu fortíð. Konan opnaði augun og starði á mig. Hún barði frá sér í örvæntingu þegar hún áttaði sig á hvað beið hennar. Ég sá hvernig hún varð slegin furðu, nánast undrandi, og ég hvíslaði að henni að það væri engin önnur leið. Hvíslaði að það væri orðið of seint. Hún hefði séð of mikið. Hún hefði átt að hafa augun lokuð áfram. Hún hefði ekki átt að opna forvitin augun, mátt ekki sjá hringinn. Jæja, og glæpasaga ársins Illvirki. Höfundur Emily Shepp, þýðandi Kristján H. Kristjánsson og lesari Kristján Franklín Magnús. Og umsögn okkar í dómnefndinni svohljóðandi. Hörkuspennandi glæpasaga sem rígheldur hlustanda allt frá fyrstu línu til þeirrar síðustu. Emily Shepp flink í að byggja upp spennu og óhugnað, flétta saman örlögum, vel mótaðs persónugallerís og bregða birtu á ýmis áleitin samfélagsmálefni. Það sem lyftir illvirki í verðlaunasæti þó óumdeilanlega hinn framúrskarandi lestur Kristjáns Franklíns Magnúsar, sem dómnefnd var sammála að væri í algjörum sérflokki. Lestur Kristjáns Franklíns leikrænn og lifandi, með litríkum blæbrigðum, en þó leið nægilega hófstilltur til að hann þjóni ævinlega sögunni sjálfri og dragi ekki óþarfa athygli að hæfileikum lesara. Flutningur á heimsmælikvarða. Já, bara kæra þakkir fyrir viðurkenninguna. Það var nafni minn Kristján Franklín sem tók þessa bók til kostana og las með sinni óviðjafnanlegu rödd og næmi í lestri sem gerir allar bækur betri.
Ég veit að Emily þykir vænt þessi verðlaun, kannski vænn en önnur sem hún fengi fyrir bækur sínar. En við skulum gefa Emily orðið. Wow, I don't know what to say, but I'm over the moon happy to have won this prize. And I'm absolutely amazed that so many Icelandic listeners have voted for me and my book as their favorite. Thank you so much for voting. And especially thank you to the Storytel jury who has selected my book as a winner. I want to thank the great narrator, of course, for bringing my story to life. And especially thank you to Christian, my publisher, who believed in the story of Jana at a very early stage and put a lot of effort in the books. Thank you so much to my loved husband, Henrik, who always stands by my side. And thank you to my family, who has a lot of patience in my writing process. And especially thank you to Storytel for celebrating all the authors and all the narrators who brings a lot of great stories. And this night means a lot to all of us. From the bottom of my heart, thank you. Ég vil bara þakka fyrir þann mikla heiður sem mér sýndur og auðvitað þessum frábæra forleggjara Kristjáni sem fékk mig til að lesa þessa bók og ég gerði það með mikill ánægju. Það var gaman að fá þessi verðlaun, sérstaklega úr hendi svona frábæra leikkonu eins og hún Elva Ósker. Þetta auðvitað flokkurinn glæpasögur. Það gaman að lesa glæpasögur því að það gefa lesaranum tilefni til þess að leika sér svolítið mikið með textan. Stundum söguhetjan í hættu og þá þarf að passa sig að gefa það til kynna. Stuttu síðar hún að elta morðingjana á bíl og það þarf alltaf að setja í gang og svo kemur stundum í ljós að sá sem í mestri sorg, hann í raun og veru morðinginn og það þarf einhvern veginn að takast á við þetta allt saman og það svolítið gaman. Ég þakka kærlega fyrir.